Halló og velkomin aftur í Minecraft á íslensku. Í dag ætlum við að hefjast handa með að búa til svolítið skemmtilegt tól og tæki sem við munum þurfa til þess að búa til fleiri tól og tæki. Hvað sniði það? En það er svona námuleysir. Svona stórt tæki sem nota leysigeisla til þess að grafa hluti í sundur fyrir okkur. Svolítið eins og hakinn, nema bara miklu betri og gengur fyrir rafmagni. En til þess að búa hann til, ef við klikkum á og fáum uppskriftina, þá sjáum við þurfum 3 demanta, 4 járnleifa, 1 stykki af rauðsteinsdufti og svo þurfum við uppfærslu, sem sagt svona kort. Uppfærslukort og við búum uppfærslukort til með 2 demantum, smá rúðu, einhvers konar rúðu bara, asúrsteini og fleiri meira ráðsteinsdufti. Við ætlum að bræða smá kopar niður af því að við getum notað kopar til þess að búa til haka og það er ágætt við eigum ekkert það mikið að járni. Þannig að við skulum bara, getum við ekki búið til? Jú, fyrirgeðu, ég veit hvað við erum að klikka á, við þurfum að nota þetta, við þurfum að nota haka uppskriftina til þess að búa til, sjá hérna, við þurfum prik og svona og þá getum við, hvernig uppskriftir eigum við? Ég get búið til sveðju, já, ok. Gerum við svona og svona og svona og þá fáum við 1 koparhaka sem að, já, bara vonandi virkar ágætlega og við getum búið til alveg nokkra svona, sko, allavega 2 viðbót. Byrjum bara á 3 og við fengum svona achievement fyrir að byrja að nota kopar. Ok, við fengum allan koparinn, við erum ekki alveg að nota hann allan núna, nú getum við gengið frá restinu þessu bara meðan. En við þurfum að finna einhver góðan stað til þess að grafa. En eins og þið sjáið, kannski, að þá lítur Minecraft allt öðruvísi út hjá okkur núna. Og sjáðu, grasi hreyfist í vindinum og þetta er svo fallegt allt. En það er að því við erum komið með svo kallan svona skyggingapakka fyrir Minecraft sem að breytir hvernig ljós virkar og setur alvöru vind inn í leikinn og það bara lítur allt svo miklu betra og fallegra út. Það er húsið okkar, sjá hvað húsið okkar er fallegt. Þannig að það er svolítið skemmtilegt. En því miður er í raun og veru bara hægt að nota eitthvað svona á tölvum sem eru með rosalega mikið af vinnsluminni. Þannig að maður þarf að eiga svolítið flotta tölvu til þess að til þess að geta nota svona í Minecraft, en það er náttúrulega ekkert nauðsynlegt. En ég náttúrulega á allt í lagi tölvu af því að mér finnst gaman að búa til svona myndbönd og þá reynir maður að eiga græju sem að dugar í það. Við erum búin að búa til kyndla núna, þarna eru nokkri kjúklingar eitthvað að leika sér. Við sjáum þið vatnið, sko. Það er svo næs. Skal vatnið. Við ætlum að hoppa hingað aðeins upp af því að við erum að spá í að byrja að grafa okkur aðeins niður hérna. Við þurfum nefnilega að finna bara 1 góðan stað þar sem er svona auðvelt og þægilegt að grafa okkur og Ok, já. En ok, við erum komin hingað niður. En núna þegar maður fer niður í svona hella, þá finnst mér persónulega alltaf rosa gott að merkja útganginn með alveg fullt af kyndlum, þannig að maður er mjög auðvelt með að finna hann. Þannig að það gleymist aldrei. Og svo er nefnilega merkilegt trikk sem ég hef talað í þáttunum áður, en rosa gott að muna, að alltaf þegar maður er að ferðast í helli, og þá er rosa gott trikks að setja kyndlana hægra megin. Af því að maður setur kyndlana á hægri hönd við komumst líka ok, nú setjum við lítið við vatnleika þetta sko. En ef maður setur á hægri hönd þá, þegar maður er á leiðinni út og maður vill fara út, þá þarf maður bara að elta kyndlana og hafa þá á vinstri hönd og þá ratar maður alltaf út. Þetta er svona lítið trikk sem maður bara virkar. Það er ótrúlega skemmtilegt. Hérna er smá járngrýti og kolagrýti, snildin 1 og eitthvað sem heitir bismuth. Ég veit nú ekkert hvað það er á íslensku. Það er nefnilega eini mínusinn að vissu leyti við það að spila sko svona breytipakka af Minecraft
er í raun og veru það að það er náttúrulega ekkert allt þýtt yfir á íslensku. En það er líka bara allt í lagi því að maður getur verið bara duglegur að, duglegur eða dugleg, að leita á netinu og jafnvel bara spurja mömmu og pappa eða einhvern annan sem maður þekkir, bara hvort að fólk eigi orðabók og bara fletta þessu upp. Af því að það er nefnilega til íslensku orð yfir alveg magnað mikið af hlutum. Og mér finnst nefnilega ótrúlega leiðilegt oft hvað ég man stundum ekkert alltaf íslensk orð yfir einhver ensk orð. Og þess vegna til dæmis finnst mér svo gaman að gera þætti á íslensku. Af því að það er ekki bara endilega sko fyrir ykkur heima að horfa, þetta er það líka pínu fyrir mig, af því að það er æfing fyrir mig að tala íslensku. Því að ég náttúrulega kann alveg íslensku og svona, en ég samt tala að meðaltali meiri ensku heldur en íslensku hversdagslega heima hjá mér. Þannig að það er svolítið gott fyrir mig að halda utan það og passa að maður sé ekki að gleyma móðurmálinu sínu. Hérna erum við að finna svolítið af kopar og kolum og járni og eitthvað. Smámara járn, það er alltaf gott. Við munum þurfa rosa mikið járn, sko. Og hvað er þetta? Leðurblaka. Þetta er eitthvað bitumen. Þetta er notað til þess að búa til malbik, skilst mér. Þannig að ef við viljum malbika bæinn okkar einhvern tímann, þá er mikilvægt að eiga nóg af þessu. Þannig að það er kannski eitthvað, sko. En við viljum náttúrulega alltaf halda áfram að fara bara neðar og neðar af því að við þurfum að komast frekar neðarlega í þeirri von að finna demanta. Það er nefnilega aðalega demantarnir sem eru að vesenast fyrir okkur af því að námuleysigeislinn, hann er svolítið dýr í framleiðslu en að þegar við erum búin að búa hann til og þegar við erum búin að uppfæra hann alveg í drast hann sprakk en að því að við erum innan bæjarins að þá skemmdi hann ekki neitt. Skemmtilegt. Ok, það er gott að vita. En hvað var ég að segja? Já, en að við náttúrulega þegar það er dýrt að uppfæra. Sjáuði ljósið frá kyndlinum lenda hérna á veggnum. Það grínast hvað þetta er flott, þetta er bara eins og í alvörunni. Vá, hvað þetta er cool. Mér finnst þetta geggjað. En að þegar við erum búin, þó þessi dýrt að uppfæra námuleysin, að þegar við erum loksins búin að því, að þá getum við nota námuleysirinn til þess að sko grafa miklu meira og miklu hraðar heldur en við myndum gera með einhverjum svona haka. Þannig að þetta er svolítið dýr fjárfesting, en ég held hún muni samt borga sig sko á endanum. Af því að þá þurfum við líka ekkert alltaf að vera að búa til nýja haka eða laga þá eða eitthvað þannig, heldur þurfum við bara að fara að framleiða rafmagn og þá getum við hlaðið námuleysinn og þegar hann er hlaðinn upp þá bara er hægt að halda fram að nota, þannig að þá þurfum við bara að setja hann í hleðslu í smástund, bara eins og síman okkar eða eitthvað og bara, já, þú veist, kýla á þetta og hafa þetta einfalt og þægilegt, sko. Þannig að við erum með tin hérna sem er annar málmur, bara svona hérna þessum grunn málmum, meiri kopar og komumst við lengra niður hérna. Já, við hefum ekkert eitthvað brjálæslega mikið af kyndlum eftir, en það er svo sem allt í lagi því að hér er nóg af kolagrýti, sko, þannig að við getum alltaf komið bara aftur niður og leiðum maður er búin að setja niður nóg af kyndlum þá náttúrulega eru göngin frekar örugg. Sjáum það líka aðeins á kortinu hérna. Það eru alls konar gangar og eitthvað og nú veit ég kannski er ég komin út fyrir nei, ok, hann sprakk en samt hvarf líka í raun og veru á sama tíma, þannig að við erum ennþá ekki komin, sko, við erum komin svolítið langt, við erum komin niður á 36 kubba dýpi, sko, sem er nú bara ágætlega djúpt, sko, svo fyrir við ennþá dýpra hérna, sko, eins og sýnist mér samt vera meira eins og, sko, hérna upp í sjóði, og sjáum við að það er eitthvað stærðar en herbyggi mögulega bara hérna rétt hjá okkur, sko,
Þannig ég aðeins að veltaði fyrir mér eða þarna sko, ennþá fleiri göng og eitthvað sko. Þannig að við sjáum það á sko kortinu upp í horninu og það miklu meira af dóti sko. Og þegar það gerist svona, maður gæti mögulega sko týnt í hvert maður að fara. Þá finnst mér mjög mikilvægt að maður hafi sko sýnilegan kyndil. Þessu hérna sko, þannig að hann sjáist að maður eigi að fara hér og svo myndi ég setja annan bara hérna til dæmis. Þannig að við sjáum alveg klárlega sko í hvaða átt við eigum að vera að fara. En ef við byrjum að sko hérna, leðublakana, hlaupa í burtu frá einhverju. Ok. Aha, ok, hérna bara leið sem liggur ekki neitt sko. Við ítum á, sko, sjáum við hvert við erum komin hérna alveg lengst inn í fjallið sko. En ég nefnilega kann ekki alveg, ég held að maður eigi að geta opnað kortið sko og séð hvar allt og allt það. Og sjáu þarna liggur önnur hóla alveg talsveit lengra niður líka sko. Meiri kóngulær og eitthvað. Hérna smá járngrýti. Og er þetta hraun? Er þetta ljós sem kemur á hrauni hérna eða? Er þetta, nei, þetta annar kyndil, ok. Hérna þess að það greinilega fleiri göng og eitthvað sem að liggja hérna í alls konar hringi og eitthvað. Núna erum við búin með kyndlun okkar, eða við getum búið til smá meira, við getum búið til 8 viðbútt, en sjáðu þið líka núna, ef ég bara held á kyndli þá lýsast göngin upp. Vá, hvað það cool, ég vissi ekki það verið hægt. Ég var ekki eins og búin að taka eftir því, ég var svo upptekinn að setja niður allt dótið, sko. Vá. Þetta bara ekkert smá dæmi, sko. Ok, svona. Því að það sem nefnilega ástæðan fyrir því að, ok. Og þá erum við núna búin að fara í raun og veru. Við raun og veru búin að fara hringinn, sko. Þannig að, já. Við prófaði að kíkja hérna niður aðeins með fyrir nokkra kyndla, sko. Meiri kopar. Rosa djúpt að fara hérna onni, ok, það ekkert hérna onni í þessari hóli. Þannig að við getum bara alveg eins bara grafið okkur upp úr. Svona. Sett einn kyndil svona hérna svo við vitum að þetta sé ekki leiðin heim sem að það myndi nú varla vera sko að fara lengra ofan í aha, sjáðu, hérna sko hérna var ég búin að labba hér sko en ég sé samt fleiri göng sko sem við erum ekki búin að skoða þannig að ég held að þetta sé svona kjörið tækifæri til þess að við þurfum að hlaupa aftur tilbaka og búa til alveg talsvert fleiri kyndla til þess að halda fram að skoða. Þannig að hvað hljóða þetta? Ég veit það ekki alveg. Nú komum við á level 10 og svona fínt level alltaf þegar við erum að vantar prik nefnilega núna sko. Ó, nei, og núna fór ég að fara vitlausa leið sko. Ég var hættur að fylgja kyndlunum eða hvað? Vinstri og vinstri og vinstri á þarna sjáðu komumst við beint áttina að útgangnum bara grafa svona í marmari, við getum nú gert eitthvað töff með marmaran, byggt eitthvað hús eða eitthvað það ekki, við erum að sjá til hvað gerist en það var alltaf komin út, við grófum upp smá einhverju dóti en við erum svolítið að halda áfram bara að
leggja af stað. Stumst aðeins í þessu. Það alltaf mjög næs. Beinagrindin komin og ætlar að reyna að drepa okkur. Nei, takk. Beinagrind og félagar. Ég á leiðinni heim til mín. Svo á endanum sko býst ég við því að við hendum bara í eina námu undir húsinu okkar nefnilega. Við langar að gera kjallara undir húsinu sem að mun hýsa alls konar eitthvað skemmtilegt dót en hafa námu alveg beint undir húsinu og lengst niðri í jörðinni svo að við getum bara auðveldlega farið og haldið áfram að grafa dót út þar. Frábært, nú getum við bara lagt okkur.